Djúpborun á Reykjanesi gæti leitt til nýrra tíma í jarðhita nýtingu á heimsvísu en tilraunaverkefni gekk mjög vel þar sem bora var niður á 4600 metra dýpi en þar var hitinn mun meir en í öðrum holum. Ásgeir Margeirsson, forstjóri HS Orku, segir þetta gríðarlega spennandi verkefni og að íslenskur jarðhita iðnaður sé mjög þekktur allan heim hvað jarðhita varðar og enn frekar eftir þessa borun á Reykjanesi. HS Orka starfrækir 2 orkuver, Reykjanesvirkjun á Reykjanesi og orkuver í Svartsengi í Grindavík. Víkurhittir ræddu við Ásgeir ónóga raforkuframleiðslu á landinu í síðasta Suðurnesja Magazín þætti en nú spyrjum við hann út í starfseminni á Reykjanesi og hugsanlega virkjun á Vestfjörðum en nokkur kurr og umræða hefur verið í tengslum við hana. Hvað með verkefnin á Reykjanesi? Hvernig staðan núna? Þið hafi verið bæði í tilraunaverkefnum og verandi með annað orkuveri þar. Já, það hefur gengið svolítið upp og niður á Reykjanesi. Við erum ennþá að læra á auðlindina. Ef við berum saman Reykjanes og Svartsengi þá liðlega 10 ára reynsla af rekstri auðlindarinnar og virkjunar á Reykjanesi en 40 ára reynsla hérna í Svartsengi. Það sem allt í mjög traustu og góðu jafnvægi og jafnvel vaxandi vinnslumöguleikar. Á Reykjanesi höfum við hins vegar lent í því að framleiðsla hefur minnkað. Við höfum verið að greina það og rannsaka hvað valdi því og teljum okkur hafa komist til botns í því að auðlindin til staðar, hitinn til staðar, vökvinn til staðar, svæðið gjarnan full blautt sem við köllum. Það að segja að við fáum óþarflega mikið vatn upp úr því og við viljum meiri gufu. Þannig að við erum að læra hvernig við eigum að reka auðlindina til þess að hún skili því sem virkjunin á að geta gert. Við erum búin að ná botninum og erum á uppleið frá honum, það sem var frá því sem var í fyrra haust. Og framleiðslan hefur aukist og við munum auka enn frekar. Og ég er þess full sannfærður að Reykjanesvirkjun muni ná innan fárra ára fullu afli og að hún verði stækkuð. En hún verði stækkuð þannig að það verði ekki tekið meira upp úr auðlindinni, heldur það verði betri og meiri nýting á því sem upp kemur og þar getur bæst við 130 megawatt í svokallegri lágþrýstivél sem ráðgert að setja upp á Reykjanesi. Að nýta þá vökvann sem komin upp til yfirborðs og ekki nýttur í fyrstu 2 vélunum sem til staðar í dag með örlítið breyttri tækni. Reykjanes svæðið, það, hvað ég var að segja? Getið þið náð í endalausa orku þarna í iðrum jarðar? Þetta endurnýjanlegt alltaf? Endurnýjar þetta sig þegar Þetta ekki endalaust en þetta endurnýjanlegt. Ef við myndum hætta að reka virkjunina á Reykjanesi, þá myndi svæðið jafna sig til fyrra horfs. Það nauðsynlegur þáttur í rekstri jarðhitavirkjana á háhitasvæðum að draga niður í vatnsborði svæðisins til þess að auka gufumyndun. Ef við hins vegar hættum að reka þetta lokum hólunum, þá hækkar vatnsborðið aftur. Tekur svolítið tíma, hækkar hratt fyrst og svo lengi að ná upprunalegu jafnvægi, en það engin skaði skeður, alls ekki. Það má stundum líkja þessu við ef við hugsum okkur stöðuvatn með bleikjustofni í. Hversu mikið má veiða á hverju ári á þess að skaða stofnin, þannig að ná að viðhalda sér. Og hvað gerir svo ef þú hættir að veiða? Þetta jafnar sig aftur. Eða fiskistofnana í sjónum þess vegna. Þetta svona hliðstæður. Það þarf að finna jafnvægið. Þegar maður byrjar þá veit maður það ekki, maður hefur hugmyndir það, byggðar á rannsóknum og prófunum og síðan höfum við stigið stærra skref inn í kannski nýja tíma í jarðhitanýtingu sem djúpborunarverkefnið. Þar sem við förum niður fyrir núverandi vinnslusvæði. Má kannski segja svolítið af forvitni til að gá hvað þar fyrir neðan. Það svolítið dýr forvitni, þetta kostar mjög mikið. Það verkefni sem tókst með miklum ágætum, eiginlega alveg stórkostlega, að búa til hóluna, semst að bora hóluna. Síðan á eftir að koma í ljós hvað hún getur gefið, en svona til samanburðar þá hitastigið á auðlindinni hérna í Svartsengi 240 stig, það 300 stig á Reykjanesi, en við höfum mælt vel yfir 400 stig að hita í djúpuhóluna á Reykjanesi, sem tegir sig niður á yfir 4600 metra dýpi, á meðan aðrar hólur ná niður á 2500 til 3000 metra. Þetta gæti leitt til nýrra tíma í jarðhitanýtingu á heimsvísu. Svo stórt málið, en þá eftir að koma ljós hvort það tekst. Þetta rannsóknar- og þróunarverkefni. Alveg gríðarlega spennandi og íslenskur jarðhitaiðnaður mjög þekktur allan heim
hvað jarðhita varðar, en frekar eftir þessa borun á Reykjanesi. Mjög spennandi verkefni. En svo höldum við áfram til þess að uppfylla þörfinni, að mæta þörfinni og eiga til raforku. Þá gjarnan hollt að hugsa hvar skynsamlegt að framleiða meira rafmagn í þessu landi. Það getur verið heppilegra að framleiða rafmagn á ákveðnum stöðum til þess að ná meira jafnvægi í flutningskerfinu. Og þá augljóst að það væri afar gagnlegt fyrir landið að framleiða meiri raforku á Vestfjörðum. Og í því skyni erum við í gegnum félag sem við eigum hluti í, Vesturverk á Ísafirði, að skoða virkjun Hvalár í Ófeigsfirði, sem mjög umdeilt mál að sumra mati. Það þarf að styrkja flutningskerfið á Vestfjörðum. Það óásættanlegt raforku öryggi og ástand á Vestfjörðum. Það hamlar í dag atvinnuuppbyggingu á öllum Vestfjörðum alveg gríðarlega. Ein leiðin væri bara að styrkja flutningskerfið til Vestfjarða og fá rafmagnið eitthvað staðar annars staðar frá. Það kostar milljarða eða milljarðatugi að gera það. Ég sé ekki fyrir mér að einhver ríki eða einhver fari bara að borga það sem styrk til að laga ástandið. Það hefur ekki gerst og ég sé það ekki gerast. Þess vegna skynsamlegasta leiðin að horfa á ásættanlega og skynsamlega nýtingu auðlinda innan Vestfjarða sem eru til staðar. Framleiða rafmagn þar. Flutningur þess rafmagns mun borga þessi flutningsmannvirki. Það að segja til þess að flytja rafmagn eftir kerfinu þarf að borga. Það kostar augljóslega að flytja rafmagn og það tekjur sem skapast af flutningi rafmagns sem borga þessi mannvirki á ásættanlegum tíma. Þess vegna væri mjög eðlilegt fyrsta skref að virkja Hvalá í Ófeigsfirði, leggja háspennu streng, ekki loftlínu, yfir Ófeigsfjarðarheiði, þá vestur í Ísafjarðardjúp og þaðan tengja síðan sur á Barðaströnd til Kollafjarðar. Þá komin tenging við línuna til Vestfjarðar, Mjólkárlínu. Og síðan vinna að því að tengja úr djúpinu út til Ísafjarðar til þess að Vestfirðingar nái langþráðri hringtengingu flutningskerfisins sem brýn vöntun á. Eina leiðin til þetta sé efnahagslega sjálfbært að virkja innan svæðisins til þess að skapa tekjur til að borga þessum mannvirki. Eigendur rafbíla í framtíðinni munu þurfa að huga að því hvenær þeir hlaða bílana, en með aukinni innleið rafbíla þarf ákveðin innviðabreytinga að eiga sér stað á heimilum fólks hér á landi, segir Ásgeir Margeirsson, forstjóri HS Orku, þegar hann spurður út í þá þróun sem að eiga sér stað í bílaframleiðslu, þar sem lögð orðin meiri áhersla á bíla sem nota rafmagna hluta eða fullu í stað bensíns eða díselolíu. Rafbílarnir eru að koma og vaxandi tölur kaup bæði á markaði fólks á fyrirtækja á rafbílum og tvinnbílum. Það þarf að hlaða þessa bíla. Það þarf rafmagn. Það rafmagn verður ekki til í snúrvagn. Og það þarf að skipuleggja kerfið þannig að bílar séu hlaðnir á þeim tíma sem að raforkunotkun almennt minnst. Það þarf ákveðna innviðabreytingu í því. Það að segja að það þarf að setja nútíma raforkumæla á flest eða öll heimili í landinu. Þeir eru í flestum fyrirtækjum. HS Veitur hafa stigið stór skref í að breyta mælavæðingunni, uppfæra mælavæðinguna á sínu svæði, hérna á Suðurnesjum og Hafnarfirði og Árborg og Vestmannaeyjum og langt á undan öðrum fyrirtækjum í þeirri þróun, veitufyrirtækjum. Í raun og veru þýðir þetta það að þegar við keyrum heim til okkar í lok vinnudags og setjum bílinn í samband, að þá byrjar hann ekki að hlaða fyrir eftir kvöldmat. Með svona mælingum hægt að stýra því, það að segja ef þú verður að hlaða á kvöldmatatíma þá einfaldlega rafmagnið dýrara. Það á að vera það. En svo á nóttunni á það að vera ódýrara. Af því þá verið að nýta framleiðslugetuna og flutningsgetuna á rafmagninu þegar það pláss fyrir það í kerfinu. En þegar aflið mest, gjarnan á matatímanum, þá verður það að vera dýrara til þess að stýra notkuninni. Þetta getur líka þýtt að fólk setur þá þvottavélarnar í gang á kvöldin og dreifir notkuninni. Það gott fyrir allt kerfið, það gagnast öllum. Vegna þess að þá þarf að virkja minna en ella ef við stýrum þessu svona. Það þarf að framleiða rafmagni fyrir rafbílana. Ég ætlaði að spyrja því, sérðu eitthvað fyrir þér? Það náttúrulega sérfræðingar sjá ekki alveg nákvæmlega í dag. Hefur maður að hversu rafbílavæðingin verður mikil eða ör, bæði? En segjum verður svona nokkuð þokkaleg og
og það allavega mikill áhugi. Hversu mikið dæmi þetta fyrir, hvað þarf þetta miklu meiri raforku heldur en í dag? Eða... Þetta þarf svolítið meira. Það þarf að gera ráð fyrir þessu. Það þarf að framleiða. Við skulum segja, ef við stýrum notkuninni eins og ég var að lýsa áðan, inn á næturtíma og lágálagstíma í kerfinu, þá þarf ekki að virkja fyrir öllu þessu, heldur hluta til. Og annað nýtir þá lágálagstíma í kerfinu að öðru leyti. En þetta skiptir máli, já. Ég ekki með nákvæma tölur þetta, en þetta allt saman spár, en það þarf að gera ráð fyrir þessu líka. Og það sérstaklega það fjallað í orkuspánni. Og menn náttúrulega vaða pínulítið blint í sjóinn með það, en það eru gerðar áætlanir, og svo kemur ljós hvernig það gengur eftir. Og hversu hratt markaðurinn mun kaupa þessa bíla. En þetta svona, það kannski verið að breyta líka hegðunar minnstri fólks eða notenda eins og þú ert að tala að fólk fari að segja, ok, nú ætla ég að setja hlaða bílinn á rólega tímanum og af því að það ódýrara og eins kannski fara aðilar að flytja notkun á stærri heimilistækjum í slíkt eins og þú nefnir kannski. Þetta mjög þekkt erlendis. Þvotta og annað, eitthvað sem við Íslendingar höfum ekki hugsað mikið um. Nei, við höfum nú ekki gert það. Við búum náttúrulega við mjög lágt orkuverð í öllum samanburði og hreina orku að auki. Það eru mikil gæði fyrir íslenskt samfélag. Við þurfum að halda þeirri þróun áfram. Við getum ekki leyft okkur að segja það á ekki að virkja neitt meira. Það verður að segja hvernig eigum við að bregðast við þörfum samfélagsins. Ég endurtek, við erum ekki að virkja fyrir okkur. Við erum að virkja fyrir þá sem vilja fá orkuna og nota hana. Og ferðaþjónustan, hún þarf meira rafmagn eða ekki? Það nú alveg bara verulega mælanlegt í kerfinu. Ferðaþjónustan þarf rafmagn, veitingastaðir, hótel og alls konar starfsemi ferðaþjónustan þarf rafmagn. En ferðaþjónustan þarf ekki að fara í umhverfismat. Og ferðaþjónustan greiðir ekki auðlindagjöld, eins og til dæmis orkuiðnaður gerir. Við greiðum auðlindagjöld hér í Svartsengi og Reykjanesi og vatnsaflsvirkjunum sem eru að vinna þegar þær fara í gang. Ef að svæði er tekið frá, segjum fyrir ferðaþjónustu, ákveða að nýta það ekki til orkuvinnslu, sem annars hefði greitt auðlindagjöld og gjöld og tekjur til sveitarfélagana, og þá ekki ferðaþjónustan að gera það saman. Og hún ekki líka að fara í umhverfismat. Ég bara spyr eins og maður sagði.